Hérna palli en við ætlum að lofa Drottinn og hérna verður mikil tónlist á bakvið okkur í tölvu. Þannig að þið vitið að því trommuleikarinn er ekki heima að spila. Hann semst að við ætlum að lofa Guð í dag, má ég heyra amen? Við ætlum að lyfta upp nafni Guðs því að hann er verðugur, hann er alltaf verðugur að vera lofaður. En við ætlum að byrja á því að syngja Goodness of God og við ætlum að taka svona örfá lög sem eru bara, sem við öll þekkjum. Amen. Takk Jesus, ég lofa þig, Drottinn. Helgist þitt nafn, Drottinn Jesus. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Tack Jesus. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Sing your saman og lofa hann. All my life you have been faithful. Helgist þitt nafn. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Tack Jesus. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendering now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendering now. I give you everything. Your goodness is running after me. Tack Jesus. All my life you have been faithful. Tack Jesus. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Halleluja Jesus. Vi lovar þig Drottinn Jesus. And all my life you have been faithful. Yes you have. And all my life you have been so good.
of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Takk Jesus. Og lofið þig og við gefum þig dýrðina drottinn Jesus. Við þökkum þig fyrir hver þú ert drottinn. Halleluja, við þökkum þig fyrir að við fáum að stóla á þig drottinn Jesus. Þú ert heilagur. Þú ert verðugur. Halleluja. Takk Jesus. Helgist þig. Thousand generations falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. All have gone before us, all will believe. We sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Hallelujah. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. And if you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. Hallelujah. And if you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Tack Jesus. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever.
You will always be holy, holy forever. Takk Jesus, halleluja. Helgist þitt nafn, drottinn Jesus. Skulum gera pláss fyrir hann, halleluja. Takk Jesus. Helgist þitt nafn, drottinn. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. Syngju saman. I will make room for you, Jesus, to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you, Jesus, to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you. Hey, Lord, to do whatever you want to do whatever you want to. Helgist þitt nafn, drottinn Jesus. Ég lyfti upp nafninu hér í kvöld. Ég bið að snerta við okkur til andar, sálar og þér til velþóknunar, drottinn Jesus. Ég bið að snerta við okkur og við möttum vaxa í þér, drottinn Jesus. Hjálpa okkur, drottinn mín, að gera betur, drottinn Jesus. Hjálpa okkur að leita þín, drottinn Jesus. Og ég þakka þér fyrir að þú ert með okkur alla daga, Jesus. Helgist þitt nafn, drottinn Jesus. Shake up the ground for my tradition, break down the walls for my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground for my tradition, break down the wall for my religion. Your way is better. Takk Jesus, your way is better. Shake up the ground for my tradition, break down the walls for my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground for my tradition, break down the walls for my religion. Your way is better.
Your way is better, and I will make room for you. Við þurfum að gera pláss fyrir hann. To do whatever you want to do whatever you want. Gerum pláss fyrir hann, halleluja. I will make room for you. To do whatever you want to do whatever you want to. Here is where I lay it down. You are all I'm chasing now. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down. You are all I'm chasing now. This is my surrender. This is my surrender. Halleluja. Það er svo mikilvægt að gera pláss fyrir Drottinn. Takk, Jesus. Yes, the world bow down and say you are God. Jesus. Every man bow down and say you are God. Hey, Lord Jesus. So let's start right now. Why would we wait? Kingdom glory, fill this place. I just want to be with you. Just want to be with you. King of glory, fill this place. I just want to be with you. Just want to be with you. Yes, the world bow down to say you are God. Hallelujah. Every man bow down to say you are King. Tack, Jesus. So let's start right now. Why would we wait? We can praise you now in victory. King of glory, fill this place. I just want to be with you. I just want to be with you. Hallelujah. King of glory, fill this place. I just want to be with you. I just want to be with you. Sing your song. So we sing hallelujah until you come again. Hallelujah. And we dance in your presence till you come again. Hallelujah. So we sing hallelujah until you come again. Hallelujah. And we dance in your presence till you come again. And we sing hallelujah until you come again. Hallelujah. And we'll dance in your presence until you come again. We will sing hallelujah until you come again. And we'll dance in your presence, dance in your presence, dance in your presence.
just want to be with you. I just want to be with you. King of glory, fill this place. I just want to be with you. Just want to be with you. Glory, fill this place. Just want to be with you. Just want to be with you. Just want you. I just want you. Just want you, Jesus. Just want. Nobody else will do. Just want you. I just want you. I just want you. I just want you, Jesus. Nobody else will do. Oh, I just want you. Lord, I just want you. Lord, I just want you. Nobody else will do. Sing it, Simon. I just want you. I just want you, Jesus. I just want you. Nobody else will do. I just want you, Jesus. Oh, I just want you. I just want you. Nobody else will do. Glory, fill it. Sing him the song. Just wanna be with you. I just wanna be with you. Tack Jesus. Glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Syng it einu sinni enn. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Tack Jesus, halleluja. Hallelujah. Such a wonderful presence tonight. Bara Guð góður, má ég heyra amen. Halleluja. Ég er bara búin að finna það að Guð ætlar að gera eitthvað sérstakt á þessum stundum. Þetta er búið að vera mjög skrítin vika og yfirleitt þegar þessi vika eins og hún hefur þróast, þá veit ég að Guð ætlar að tala til okkar. Það er bara þannig. Þegar orð Guðs fer út, að þá kemur oft mótstaða. Og hvað gerum við í mótstöðinni? Við tölum orð Guðs yfir mótstöðina. Við lýsum yfir sigri. Má ég heyra amen. Takk Jesus. Sem við ætlum að fá að heyra frábært orð, trú ég. Og ég ætla að biðja ykkur bara að rísa á fætur. Halleluja. Guð er hér og hann vill finna okkur. Og það er mjög mikilvægt, vinir. Leggjum allt til hliðar, setjum augu okkur á Drottinn. Bara setjum augu okkur á Drottinn og munum að hann er í hásætinu, alveg sama hvað við erum að ganga í gegnum, hann er í hásætinu. Halleluja. Þannig að lyftum upp höndum okkur og bara lofum að hér í kvöld. Drottinn, við bara lyftum upp nafni þínu, Jesús. Ég þakka þér fyrir trúfesti þína náð og miskunn. Drottinn, ég þakka þér fyrir að fá að koma í hús þitt og lofa þitt heilaga nafn.
Drottin, ég bið að gefa okkur, drottin, að borði þínu hér í kvöld, drottin minn. Og ég biði, drottin minn, að það mætti bera ríkulegan ávöxt í líf okkar, drottin minn, Jesús. Að við mættum, drottin minn, Jesús, nota þetta sáðkot, drottin minn, til þess að næra jörðin okkar, drottin minn, og bera ávöxt þér til dýrðar, drottin. Og ég bara bið Jesús fyrir líf þegar hann talar orð þitt hér í kvöld. Ég bið fyrir Hilmari þegar hann túlkar, drottin minn. Ég bið að þinn vilji ná fram að ganga og hann segi það sem hann á að segja, drottin minn. Og að við tökum á móti. Halleluja. Við tökum á móti með opið hjarta, drottin. Halleluja. Hjálpa okkur, drottin minn, að hugleiða orð þitt. Að það sé ekki bara, drottin minn, orð sem við heyrum, heldur andi og líf. Í Jesu nafni, og við byggjum í Jesu nafni og allur líðurinn sagði. Halleluja. Lee Brainerd and Hilmar, you are welcome right now. We want to hear what you have to say, my brother. Amen. Thank you. So let me get my laptop open here and put my glasses on. Only till the resurrection. Okay. I love to speak on the day of the Lord Ég elska að tala dag drottins. because it's a very simple doctrine. Af því að þetta mjög einföld kenning. It's simple if we look at it from the everyday human perspective and the Bible perspective. Ef við horfum á þetta frá mannlegu og biblíulegu sjónarmiði, þá þetta mjög einföld kenning. It gets difficult if we look at it from the academic scholarship PhD place. En þetta verður mjög flókið ef þú ferð að horfa á þetta svona akademist með einhverja doktorsgráður og þess vegna, þá ferð að klúra þessu. Or if we think we're supposed to tune into some spiritual radio message from heaven that asks us to flush our brain down the potty. Eða við ættum að stilla okkur inn á okkur bylgju á himnum sem segir okkur bara að við höfum bara einhvern veginn að losa allt úr heilabúinu. But God speaks to us on everyday language that a fisherman and a farm boy can understand. En Guð tala til okkur á almennings mannamáli þar sem að sjómaðurinn eða bóndasonurinn getur skilið hvað Guð að tala. So we got to get the little clicker-majigger. Við þurfum að vera með fjárstýringuna. Okay, so if you're not familiar with me, Ef þið þekkið mig ekki, we got some interesting problems going on. Anyway, we'll just run with it. Soothkeep, that means truth. Fortress. þetta þýðir vígi sannleikans. We're going to look at the day of the Lord, the big picture. Þannig að við ætlum að horfa á stóru myndina, hvað Biblían segir dag drottins. And somehow this is, no, that did not work either. Hold on, we'll get this. Yngraðis, það smá tæknilegir orðuleikar. Okay, there we go. So we've got confusion on the day of the Lord, and there's three competing views. Og það eru svona þrjár megin skoðanir sem eru svona vangaveltur eða svona, vilja vera rugglingslegar dag drottins. Some people say the day of the Lord is the tribulation. Sumir segja að dagur drottins séu þrengingarnar miklu. And some people say the day of the Lord is the second coming. They say, no, if you look, it's the second coming. Aðrir segja, nei, þetta síðari endurkoma Krist, það dagur drottins. And others say, no, it's the day of the Lord is the second coming and the millennium. Þetta sem sagt bæði endurkoma Jesú og 1000 ára ríkið. And this brings up a dilemma. Well, you can't see the dilemma. That's part of the dilemma. Það smá tæknir að hörga, það stendur þarna dilemma eða vandræðin. But each of these views is taught by people that we respect.
Og öll þessi sjónamið, þau eru jafnvel kend af virtu fólki, eða fólki sem við virðum. And each view can point to some Bible verses. Og sérhvert sjónamið getur vísað á mjög góð biblíuvers. So we're having to learn how to juggle here. Við þurfum aðeins að læra hvernig við að snúa okkur í málunum hérna. And so how does this happen? Og hvernig gerist þetta? Because each man sees part of the picture. Þegar hver og einn sér hluta af myndinni. Each piece is a part of the whole. Þegar sérhver hluti er sem sagt hluta af heildinni. The blind men and the elephant. Blindi maðurinn og fíllinn. Raise your hand if you've ever heard that story. Réttu upp henda ef einhvern tímann heyrt þessa sögu. I think that story's been translated in at least 1,000 languages. Það örugglega búið að þýða þetta yfir á 1000 tungumál. But you know the story. En þið þekkið söguna. Here's a group of blind men. Hér hópur af blindum mönnum. They go to see an elephant. Þeir fara á athuga með fíl. And one of them grabs his trunk. Og það einn sem tekur ranan. I think the elephant is a snake. Ég held að fíll sé bara snákur. The other guy looks at him and says, I think you're smoking wacky tobacco. Ég held að þú sért að reykja eitthvað of sterkt núna. His legs are like a tree trunk. There's a tree trunk. Þetta bara, nei, fíll svo trjábólur. And someone else grabs his tail. Og annar grípur í halan á honum. It's like a rope. Þetta bara eins og kaðall. But the side was like a wall. Og hliðin, þetta bara veggur. The ear is like a big fan. Og eyrun eru bara eins og einhver vifta. And his tusks are like a spear. Og það eins og hotni, fílabeins hotnir eru bara eins og spjót. It's all parts of the whole. Þetta all hluti af heildinni. So when you have your sight, en þegar þú hefur sjónina, you see what the blind cannot see. Þá sérðu það sem hinn blindi sá ekki. You see the big picture. Þá sérðu stóru myndina. I'm getting excited thinking about this. You'd think I was in a Pentecostal church. Ég bara spenntur og æstur yfir þessu. Ég held ég væri alveg hérna í Hvítasunnu kirkju. So now the day of the Lord in the Bible. En dagur drottins í ritningunni. It works just like an everyday day. Þetta bara eins og venjulegur hver annar dagur. If you ever worked out in the field like a farmer. Ef þú ekkert unnið á akrunum eins og bóndi. Or worked at sea as a fisherman. Eða verið sjómaður út á Ballarhafi. Or anybody gets up early and goes to work. Það allir sem þeir vakna á mótnana snemma og mæti vinnuna. You know there's a morning star. Þú veist að það morgunstjarna. And a dawning of the day. Og síðan kemur dagsdöggin. And a sunrise. Og sólin rís upp. And the day itself. Og síðan dagurinn sjálfur. The day of the Lord in the Bible is no different. Og dagur drottins í Biblíunni ekkert öðruvísi. When you understand the day of the Lord in the Bible, þegar þú skilur dag drottins í Biblíunni, you have a foundation for the whole prophetic message of the Word of God. Og þá hefur grundvöll fyrir alla spádóma ritningarinnar í orði Guðs. And if you never got out of 6th grade, og jafnvel þótt þú hafir aldrei útskrifast úr grunnskóla, you can still master this subject. þá getur þú samt náð góðum tökum á þessu málefni. So we're going to look at the 4 aspects of the day of the Lord. Við ætlum að núna skoða 4 mismunandi sjónarhorn af degi drottins. The rapture of the church is the morning star. Burttrifningin, það morgunstjarnan. The tribulation is the dawning of the day of the Lord on the world. Og þegar kemur að þrengingunum miklu, það dögunin sem kemur yfir heimsbyggðina. The second coming is the arrival of the day of the Lord. Og síðari koma Jesú Krist sólar uppbrásin þegar dagurinn gengur í garð. Some people get confused and they think that the start of the dawning is the arrival.
Og sumir halda að dögunin sé í raun og veru sólarupprásin. But the morning star in the dawning of the day En morgunstjarnan og dagsbirtan eða dögunin happens long before the sun comes up and the day arrives. gerist á undan því að sólarupprásin verður að raunveruleika. In the kingdom, when the Lord comes, that's the day proper. Og fullnaðar dagurinn, það Guðsríkið kemur þegar konungurinn Jesú Kristur kemur. One day is like 1,000 years, 1,000 years is like a day. Einn dagur sem 1000 ár og 1000 ár sem dagur einn. This is not this spiritual formula where God's saying big numbers are little and little numbers are big. Þetta ekki einhver svona andleg formúla sem segir að stóru tölurnar eru litlu tölurnar og litlu tölurnar eru stóru tölurnar. He's simply saying, let me give you a very common piece of wisdom. Leyfðu mig bara að gefa þér svona almenna visku. Every fisherman in the world knows about this. Hver sjómaður, hann þekkir þessi atriði. Everyone that's been hunting knows about Hver this. veiðumaður, hann þekkir hvernig dagurinn byrjar og endar. Every farmer knows about Og this. hver bóndi, hann veit nákvæmlega hvernig þetta fer fram. Don't ever forget the Bible was written by fishermen and farm boys. En gleymdu þið ekki að Biblían, hún var skrifuð þeir voru fiskimenn og bændur. For the simple man and for the simple woman. Fyrir hinn einfalda, auðmjúka mann og konu. So I'm going to show you a cool chart. Nú ætla ég að sýna okkur, Well, some of the Small cool part. charts there. það er svona hluta af því. Þetta kemur ekki allt fram hérna, það er smá tæknilegir erfiðleikar. Okay, so you see the morning star. Þið sjáðu morgunstjörnuna, It's the crack of the dawn of the day of the Lord. það sem að dagurinn byrjar að brjótast fram. It's the first hint of the approaching day. Það fyrsti vitnisburðin að það nýr dagur í uppsiglingu. I love to see the morning star. Ég elska að horfa á morgunstjörnuna. I love to be up early. Ég elska að vakna snemma á mótana. And I love to be looking up and look for the morning star. Og leita og kíkja eftir morgunstjörnunni. Because Vegna þess, it's a picture of the coming of Jesus. því að þetta táknmynd upp á komu Jesú Krists. Nature's been preaching the second coming of Jesus for 6,000 years. Náttúran búin að vera að predika endurkomu Jesú Krists í 6.000 ár. And he's been preaching the rapture of the church for Og 6,000 búin years. að predika burttrippinguna í 6.000 ár. If you're not looking for the morning star, Ef þú ert ekki að gá að morgunstjörnunni, you're probably not going to see the morning star. þá muntu kannski ekki sjá morgunstjörnuna. And when you're looking at Bible prophecy, En ef þú ert að horfa á biblíulega spádóma, and if you don't believe in and search for the morning star in prophecy, og ef þú trúir ekki og leitar ekki að morgunstjörnunni í spádómum ritningarinnar, you won't see it. þá muntu ekki sjá hana. It's still there, Hún þetta samt. but if you're willfully blind, En ef þú ert búin að í sjálfsblekkingu, you need a big stick. og þá kemur það þér í bobba. So the dawning of the Lord is the tribulation. Þannig að dögunin eru þrengingarnar miklu, Signs of the coming of the day of the Lord táknin fyrir dag drottins are going to increase in variety, intensity, and frequency. munu aukast í tíðni og nánast í allri ákefð munu þessi tákn aukast fyrir komu. And we'll look at material in 1 Thessalonians 5 and 2 Thessalonians 2 Í on this aspect. Í fyrsta Þessalóníkubréfi 5. kafla og síðari Þessalóníkubréfinu 2. kafla. And just like once the morning star twinkles and dawn starts moving fast, Og alveg eins og þegar morgunstjarnan birtist og dögunin hún svona skríður hratt áfram,
The sun will rise at a fixed point in time. og þá rís sólin upp á ákveðnum tímapunkti. And so there is a fixed relationship Og þannig er alveg ákveðin samskipti between the morning star and the sunrise. á milli morgunstjörnunnar og sólar upprásarinnar. The rapture and the second coming. Það burthrifningin og síðari koma. Now, a lot of people get confused when they look at this. Og margir þeir rugglast í rýminu þeir horfa á þetta. And they look at Matthew 24 and they see saints in the tribulation. Og þeir lesa Mattheus 24 og þessi hyrðu, það talað dýrlinga í þrengingunni. Well, there are Eða hina saints. heilugu. There are saints in the tribulation. Það hinir heilugu í þrengingunni. But if you look at any identifying traits of those believers, En ef þú lítur á ykkur auðkenni af þessum ákveðna hópi trúara, you see temple observant, Sabbath keeping Jews. þá sérðu að þetta eru gyðingar því að það talað að þeir fari í musterið og þeir halda hvíldadaginn og þess áttar. There is a time between the morning star and the sunrise. Því að það tímabil á milli morgunstjörnunnar og sólar upprásarinnar. So even if you can look at Bible prophecy, and raise your hand if you think there's things confusing in Bible prophecy. Réttuðu penda eitthvað finnst sumt rugglað í sambandi við spádóma Biblíunnar. There are some things confusing. Það hlutir sem eins og rugglingslegir. There are things that take years to understand. Það hlutir sem tekur árum saman að skilja þá. And there are some things which I think I'm the only one that understands. Og svo hlutir sem ég held að ég sé sá eini sem veit hvað þetta þýðir. My wife knows I'm wrong. En kona mín veit að ég hef rátt fyrir þér. But they're difficult things. En þetta erfiðir hlutir. But if you start with the simple things, En þú byrjar bara á einföldu hlutunum. the morning star, dawning of the day, sunrise, day proper. Morgunstjarnan, sólarupprásin, dagurinn gengur í garð og síðan koman. Simple Bible truth. Einfaldur biblíulegur sannleikur. Grade school children can understand this. Í barnaskóla, þau geta skilið þetta. And you can say, but God, I don't understand. How come you have some saints associated with the morning star and some with the second coming? En hvernig það að sumir heilagir eru svona tengdir morgunstjörnunni og aðrir tengdir þegar dagurinn runnin upp? And the Lord's reply is, Og ansvar drottins even if you don't understand why, ef þú skilur ekki af hverju, just trust the simple, plain facts. þá áttu bara að treysta einföldum staðreyndum. You got to start somewhere. Þú einhvers staðar að byrja. You don't get a PhD in philosophy or in psychology in one day. Þú færð ekki doktorsgráði í heimspeki eða sálfræði bara á einum degi. And we're not even going to talk about a PhD in physics. Eða hvað þá með í vísindum. This is some hard stuff. Þetta erfiðir hlutir að eiga við. But who can't understand the morning star, dawning, sunrise, day? Og hver skilur ekki þennan einfalda Is it okay sannleika? if I do a Pentecostal happy dance? I get so excited when I talk about this stuff. Og hver sem skilur ekki þennan einfalda sannleika sem gerir mig svo ánægðan að ég vil bara byrja að dansa. So let's look at one of the passages on the morning star. Við skulum líta á Biblíuvers sem tala morgunstjörnuna. And here we're in Revelation 22:16. Og hér eru við í Opinberunarbókinni, 22. kapla og 16. versi. And Jesus says, I am the bright and morning star. Hann segir, ég stjarnan skínandi, morgunstjarnan. Jesus is the morning star. Jesús morgunstjarnan. Now, sometimes people get confused on Bible prophecy. Stundum ruglast fólk í ríminu varðandi biblíuspádóma. And they think the whole purpose is to try and put the rapture pin on the right spot on the chart.
Og sumir halda að þetta sé fjallum það að geta sett burttruflinguna á réttan stað á kortinu. Even if you never understand the pre-trib rapture, Jafnvel þó þú skiljir aldrei svona fyrir burttrufningarkenninguna. even if you're never truly convinced it's true, Jafnvel þó þú sért aldrei alveg sannfærður eða sannfærð að þetta sé svona þannig búið, until it actually happens, að þangað til þetta gerist. you're still going to go up in the rapture. Þá myndu samt sem áður fara með í burttrufningunni. Jesus is the morning Af star. því að Jesús morgunstjarnan. And the only thing you need to go up in the rapture before the tribulation Og eina sem þú þarft að gera til þess að vera með í burttrufningunni fyrir þrengingarnar miklu is Jesus himself. Jesús sjálfur. You know, I'm not saying that it's okay that we don't live right. Ég ekki að segja að það sé bara í lagi að lifa ekki rétt. But Jesus is filled with grace and mercy. His mercies are new every morning. Og því að Jesús fullur á náð og miskun og náð hans ný á hverjum degi. And the baddest, wickedest, backsliding believer on the planet Og sá mesti fráhvars fábjáni sem til á fósturjörð is going to go up just as fast and on the same time as the most godly man on the planet. og hann mun fara upp á sama tíma eins og sá sem að virðist vera hvað guðlegastur eða réttlátastur. He's got a little dealing to do with Jesus at the judgment seat. En hann þarf aðeins að lengri tíma að tala við Jesú við dómsætið. But if you're born again, you're born again. En ef þú ert endurfædd, þá ertu endurfædd. I get so excited about this. Þetta gerir mig spenntan. Can you imagine if we actually had to work our way to heaven by getting faith plus being holy enough? Getur ímyndað ykkur vesinni með því að hafa trú og vera nógu heilagur? How about if the Lord Jesus said, sorry, dude, you're going through the tribulation. Hvað Jesús sagði, nei, fyrirgefðu vinur, þú fyrir gegnum þrengingarnar miklu. You backslid one time too many. Þú fórst í fráfall aðeins oft. It doesn't work this way. Það bara virkar ekki svona. Jesus is full of grace and mercy. Jesús fullur náðar og miskunnar. Isn't it amazing Það ekki undravert? that he who is the most death on sin in the universe Sá sem að hvað mest heyrnalaus gagnvart synd í heiminum is the most patient and gracious with every repentant sinner in the universe. hann jafn mikið náðsamur við hvern og einn syndara í heiminum. When our patience comes to the point where we say, I had enough, but we feel like slamming the door. Þegar þolgæðið okkar og þrótum við sem ég bara búin að fá nóg og við bara við yfirgefum svæðið. Jesus puts his big boot right in our life and holds that door open, don't he? Og Jesús hann bara setur fótinn fyrir dyrnar og heldur þeim opnum með þá. He's got a way of manifesting his grace in us and through us. Hann hefur sína tækni og aðferð í það að náð hans og miskun nái fram að ganga í lífum okkar. And right here, the fact that Jesus is the morning star, Og staðreyndin svo að Jesús morgunstjarnan, the morning star of the day of the Lord, það morgunstjarnan dag drottins. this fact alone, without any other Bible verse, proves a pre-tribulation rapture. Bara þessi staðreynd sannar að það sé burttrufning fyrir þrengingar. Now that you've seen the picture, Nú þegar þið hafið séð stóru myndina, you can't unsee it. þá getur ekki hægt að sjá hana. Now you just start plugging the Bible verses in the right places. Nú ferðu bara að raða biblíuversunum á réttan stað. The rapture stuff goes to the morning star. Allt upphrifningar vessin, þau tilheyra morgunstjörnunni. The tribulation stuff goes to the dawning of the day. Og allt þetta með þrengingarnar miklu, það tilheyrir döguninni. The second coming stuff goes to the sunrise. Og það sem að varðar síðari komuna, það tilheyrir sólar upprásinni.
And all the kingdom stuff goes to that glorious day. Og allt þetta með Guðsríki, það fer á dýrðardaginn sjálfan. Oh, man. I'm getting worked up, bro. Ég bara að vera spenntur. How can the truth not get you so excited? En hvernig getur sannleikurinn ekki haft svona góð áhrif? I would rather spend 1 hour with Bible-believing Christians Ég myndi frekar eiga klukkustund með biblíu trúandi kristnum that have a lifetime of wealth and power and possessions. heldur en að eiga ævi sem af auðu og valdi. Let's keep going. If I keep talking here, we'll never get out of here. Nei, við komumst aldrei heim ef ég held áfram að tala. Here's another one. Oh, look at this. The slides are kind of working again now. Nei, sjáu þið, þetta bara alltaf virka núna. Somebody must have prayed. Það ykkur beðið hérna. Also, we got some good tech team going. Og það All right. góðir tæknimenn hérna meðal okkar. Revelation 2:26-28. Opinberabókin 2:26. He that overcomes, Þeim sigrar. I will give him the morning star. Ég mun gefa... Þeim sem sigrar og varðveitir allt til enda verk mér mun ég gefa vald yfir heiðingjónum. It doesn't translate that way. Well, I've got parts of 2 verses here. See, 26-28. It's 28. Yeah. Yeah. But he that overcomes, and then you Já, got já, já, í 28, vers 28 endur þar, þetta heildarhugsunin. Gotta Og watch, ég mun gefa honum morgunstjörnuna. gotta watch these tricky Americans. Það verður að fylgjast með þessum kænu kunum. So now I want to talk about overcoming. En ég ætla að tala þetta að yfirstíga. Some people get confused here. Þeim sem sigrar, það eru margir sem rugglast hér í rýminu. They think there's 2 classes in the church. Þeir halda að séu svona 2 stéttir í kirkjunni. The big class that doesn't overcome, Það stóri hópurinn sem að nær ekki að sigra and this little tiny class of overcomers. og þessi litli sérhópur sem að mun sigra. Just me and my pastor and 4 friends, we're the overcomers. Ég og pastorum minn og 4 vinir. No. Nei, Every believer is an overcomer. sér hver trúaður sigur vegari. We don't all overcome to the same degree. Við sigrum ekki öll í sama stigveldi. Somebody wants to give me a high five. Það einhver sem vil gefa mér 5 hérna. But everybody that's trusted Jesus is an overcomer. En sér hver sá sem treystir drottni, hann sá sem sigrar. You have the overcoming in you. Þú ert með sigur andan innra með þér. The Spirit of Jesus, the Spirit of the Holy Spirit. Andi Jésu og heilagur andi. Greater is he that is in you than he that is in the world. Sá meiri í þér en sá sem í heiminum You know, sometimes when I hear people talk about spiritual warfare, and you can just tell that they're scared to death about these devils and demons. Og stundu því ég hlusta á fólk tala svona andlegan hernað, þá sé maður alveg að þetta bara liðið skítrætt. It says in James, Það segir í Jakobsbréfinu. submit yourself unto God, resist the devil, and he will flee. Gefið ykkur Guð og vald, standi gegn djöflunum og hann mun flýja. It's not about the size of your spiritual muscles. Þetta fjallar ekki andlega vöðvabúntið þitt. It's that in your wimpy little butt, Jesus lives inside. Það jafnvel í þínum veimiltítu líkama að þá býr Jesús innra með þér. We have Jesus in us. Við erum með Jesú innra með okkur. In fact, we have the same Shekinah glory living in us Það sama Shekæna dýrðin sem býr innra með okkur. that was in the temple in Jerusalem. Sem var í musturinn í Jerúsalem. We got the same mighty power in us Það sami andligi kraftur innra með okkur. that was in the Ark of the Covenant Sem var í sáttmálsörkinni. that would have that old idol fall over and his arms would fall off.
Sáttmálsörkin það sem var sett inn hjá Dagon og hann féll kylliflatur til jarðar, styttan svo. You are a temple. Þú ert musteri heilags anda. So you are an overcomer. Þannig að þú ert sá sem sigrar. If you are a believer, you're going up. Ef að þú trúir, þá ertu á leiðinu. Yes. Let's move on Við skulum taka næsta to vers. one more on the rapture. Eitt vers í viðbót burthrifninguna. 2 Peter 1:19. Síðara Pétursbréf 1:19. We have the prophetic word confirmed, En þá áreiðanlega oss nú hið spámanlega orð. which you do well to heed as a light that shines in a dark place, Og það rétt af yður að gefa gaum að því eins og ljósi. until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Eins og ljósi sem skín á myrkustað, þangað til dagur ljómar og morgunstjarnar rennur upp í hjörtunni þar. Now, maybe you haven't figured this out yet, Kannski ertu ekki búin að átta þig á þessu. but this world is a dark place. En þessi heimur myrkur staður. To me, it's really confusing to see professing Christians live in this world like it's a playground. Og það rugglar mig í rýminu að horfa á kristna, lifa í þessum heimi sem þetta séu ykkur æðislegu leikvöllur. Just avoid the bullies and the really bad stuff, and it's a safe place. Bara svona sneiða fram hjá þessu versta, þá þetta bara fýtt staður. Even the good stuff in this world is tainted. Jafnvel góðu hlutnir í þessum heimi, þeir eru smitaðir. We all work for money. Við vinnum öll fyrir fé Money is filthy lucre and unrighteous mammon. og peningarnir þeir eru bara óreinir og eru bara til að þjóna mammon. Even the very days are evil. Jafnvel sumir dagar eru bara illir. But a wonderful day is coming. En glæsilegur dagur í nánd. You're going to be going about your business serving Jesus. Þú mynd bara vera að þjóna Jesú í þínu daglega amstri. And the morning star is going to start rising in your heart. Og morgunstjarnan hún byrja að rísa í hjarta þér. The Lord's going to give you a little heads up. Og drottin hann mun láta þig vita. Today's the day. Í dag dagurinn. And you're going to get a last little bit of time. Og þú færð smá forskot. You got something you need to get right with the Lord. Eitthvað sem þú þarft að græja við Guð. You pull your little car over and you get right with the Lord. Og þú bara leggur út í kant og yðrast frammi fyrir Guði. And then unbuckle the seatbelt because you're going up. Og síðan bara losar sætisbelti þegar þú ert á leiðinu upp. I just love the fact that the rapture is the morning star. Ég bara elska þessa staðrind að burtrymmingin morgunstjarnan. So we're going to look at, I'm going to move on. There's other stuff I could teach, but Það aðrir hluti sem ég geti kent og talað there's a lot of material here. We can maybe in Q&A time look more at this. Kannski á morgun þegar við höfum svona spurningar og svör og þá getum við skoðað meira af þessu. So let's go on to the tribulation, the dawning of the day. Nú skulum við líta aðeins á þrenginguna miklu og það í fyrra Þessalóníkubréfi 5. kafla. Annað vers. Starting in verse 2, the day of the Lord comes like a thief in the night. Og það segir þér vitað sjálfur gjörla. Dagur drottins kemur sem þjófur á nóttu. For when they shall say peace and safety, Þegar menn segja friður, engin hætta, then unexpected destruction comes upon them like labor pains. þá kemur snögglega tortíming yfir þá eins og jóðsótt yfir þungaða konu. Just like labor pains upon a pregnant woman. Eins og jóðsótt yfir þungaða konu. And they shall not escape. Og þeir munu alls ekki undan komast. But you, brethren, are not in darkness that day should overtake you like a thief. En þér bræður eruð ekki í myrkri, svo að dagurinn geti komið yfir yður sem þjófur. Now, there's a couple of things I want to point out in this passage. Það eru nokkur atriði sem ég langa að benda á í þessu versi.
The day of the Lord overtakes the world like a thief. Það dagur drottins, hann yfirtekur heiminn eins og þjófur á nóttu. It does not overtake the believer like a thief. Ekki þann trúaða. Because we're watching. Þegar við erum vakandi And when the day of the Lord comes, og þegar dagur drottins kemur, the thief robs the world. þá það þjófurinn sem rænir heiminn. Hundreds of millions of believers will disappear from this planet. Hundruður milljónir trúara munu hverfa á braut af þessum heimi. Can you imagine what it's going to be like to be a Catholic priest the first Sunday after the rapture? Getið þið ímyndað hvernig það verður að vera kaþólskur prestur fyrsta sunnudaginn eftir burtrýmingu? Priest, where'd they all go? Prestur, hvert fór allir? How come all the Baptists are gone? Akkur eru allir baptistandi farnir? How come the Pentecostals are gone? Akkur eru hvítasunumenn allir horfnir á braut? And only 2 nutcases from our church left. Og það eru bara 2 klikkaðir sem eru horfnir úr okkar kirkju. I would not want to be a Catholic priest on that Sunday. Ég myndi ekki vilja vera kaþólskur prestur á þennan daginn. For that matter, I wouldn't want to be a Catholic priest on any Sunday. Reynda vill ég ekki vera kaþólskur prestur neitt sunnudag. I can't even imagine being a Christian and not believe in the Bible. Ég bara get ekki ímyndað mér að vera kristinn og trú ekki Biblíunni. Oh, thank God for opening our eyes, huh? Takk drotti fyrir að opna augu okkar. Thank you, Jesus, for giving us a Bible that a 6th grade student can understand. Þakkaði fyrir að gefa okkur Biblíu sem að bara börn í barnaskóla geta skilið. Now, when the day of the Lord comes, it's going to come upon the world like labor pains on a woman. En það segir að þegar dagur drottins kemur, þá kemur þetta eins og jósótt yfir konu sem að fara að fæða barn. Once they start, there's no turning them off. Leið og konuna byrja, þá engin takki til að slökkva. The woman does not get to say, honey, can we put this off till next year? Og hún getur ekki sagt, heyrðu, getur við ekki frestað þessu 1 ár? No. Nei. You can't dial it down either. Það ekki einu sinni hægt að lækka í þessu. Once it starts coming, it's here to stay, baby. Leið og hríðirnar byrja, þá leikurinn hafinn. And when this happens to the world, og þegar þetta gerist fyrir heiminn, they're going into the tribulation and there's no turning back. og þá þau bara á leiðin í þrengingarnar og það engin leið tilbaka. But this is not the birth of a child. En þetta ekki fæðing af barni. This is the birth of the kingdom and the coming of Jesus. Þetta fæðingarhriði fyrir Guðs ríkið og komu konungsins. Now here, I want to just take a little bit of a rabbit trail here. Do you do rabbit trails are here? Or do you do fox trails? Já, hann ætlar að fara í smá skógaferð. Okay. I got you. Got me covered? We got you covered. All right. So, some people think the Antichrist is not judgment. Sumir halda þið fram að Antikristus sé ekki dómur. And they'll say, no, the Antichrist, that's man's wrath against man. Nei, Antikristur reiði mannsins gegn öðru mannfólki. But in 2 Thessalonians chapter 2, en í öðru Þessalóníkubréfi öðrum kafla, it says that this Antichrist is a great delusion sent by God. En þar segir að Antikristur hinn mikla blekking sem send af Guði. To condemn those that don't love the truth. Til þess að dæma þá sem trúa ekki sannleikunum. This is an eye-opening truth. Þetta opnar augun, þessi sannleikur. The Antichrist is judgment. Antikristur dómur. Here's another one. When you look at the first seal being opened. Ja, hér annað atrið, þú horfar á fyrsta innsiglið brotið í opnunarbókinni. It's the rise and reign of the Antichrist. Þetta byrjun og upphafið á Antikristi. Why would that one not be judgment and the rest of them are judgment? En hvernig getur það verið dómur og ekki hinn restin? The fact of the matter is, folks, staðreyndin þessi góða fólk. The Antichrist is the only absolute truth, pure judgment in the 70th week. Svo að Antikristur eina sanna dómurinn í 70 vikna spádómi Daniels. Everything else is just a gigantic head slap to wake you up. Allt annað bara svona löðrungar á hausinn til þess að vekja þig.
The Antichrist is the only one that can take a man to hell. Antikristur sá eini sem getur farið með mannesku til helvítis. Those big rocks that fall from heaven can mess your life up. Þessi stóru steinar og hnullungar sem að falla frá himni, þeir geta, skaða þig. The ocean turn into blood is not going to be fun to see. Hafið verða blóðrautt, það verður ekki gaman að sjá. And that wormwood turning all the waters poisonous is not good. Eða maðkurinn sem að eitrar öll vötn, það verður ekki skemmtilegt. And those demon locusts crawling out of the ground is going to be really ugly. Eða þessar dímonsku engisprettur sem sprett úr jörðinni, það verður mjög svo ljótt. They can hurt your physical body. Þau geta skaða þinn líkama þinn. They can take your physical life. Þau geta deytt þig. But they can't take a man to hell. En þau geta ekki farið með mannesku til helvítis. Only believing in the Antichrist and unbelief is going to take a man to hell. Aðeins sá sem setur trú sinna á Antikrist eða sá sem vantrúaður getur verið tekinn til heljar. So the big judgment of the tribulation is the Antichrist. Þannig að stóri dómurinn í þrengingunni miklu Antikristur sjálfur. God is using the Antichrist to sift the whole world. Hann notar Antikrist þess að hræra við öllum heiminum. And can I encourage your hearts here? Má ég aðeins uppörfa okkur hér? Sometimes people think that the Antichrist is going to be really kind of subtle like the Pope. Like you're going to see some really good stuff and some really bad stuff. And it's going to be hard to discern him. Og sumir halda því fram að Antikristur sé svona eins og páfinn gerir sumt gott og sumt slæmt og mjög erfitt að greina hann. This bad dude is not part good and part bad. Þessi mann, ógeð, ófreskja, skrýmsli, það ekkert gott við hann. Do I need to use smaller words? I was just excited. Okay. The Antichrist is against everything that God teaches. Antikristur gegn öllu því sem að Guð kennir. He's against the Bible. Hann stendur gegn ritningunni. Against Christianity. Gegn kristindóminum. Against Israel. Gegn Ísrael. Against the Jews. Gegn gyðingum. Against the Trinity. Gegn þrenningunni. Salvation by faith alone. Gegn því að hjálpræðir aðeins fyrir trú. The distinction between the sexes. Og eða aðgreiningu kynjana. And he's against marriage and the home and everything God stands Hann for. Gegn hjónabandi og allri skikkan skaparans. If God is for it, he's against it. Ef að Guð stendur með því, þá hann á móti því. He's not a deceptive Messiah. Hann ekki eitthvað svona blekkingar Messias. He's an anti-Messiah. Hann andkristur. He's against everything God stands for. Hann stendur gegn öllu því sem að Guð stendur fyrir. Once you understand how black and evil the Antichrist in the 70th week is going to be. Ef þú ferð að skilja hversu svartur dagur þetta og þessi 70. vika í samkvæmt reikningunni. Anybody that finds himself there can breathe easy. Ef einhver finnur sig þar getur aðeins andað léttar. Now you're still going to have a hard time. Þú getur átt í erfiðleikum. But there's no way under the sun you can accidentally be wrong. Say it again. There's no way you can accidentally be wrong. En það ekki séns á því að þú getur óvart haft rangt fyrir þér. It will be so wickedly black. Þetta verður svo óhjákvæmlega mikið svartnætti. That if you only got one eye open and your half turned on. Og ef þú ert bara eineður og með svona hálft hjarta í gangi. That will be so wicked, evil, black, you won't want to go anywhere near it. Og þú myndi ekki vilja koma nálægt þessu, þetta verður svo mikið svartnætti. It's so evil and black, it's the grace of God to the believer or to someone that's awakened. Þetta svo mikill myrkraveldi að það þarf miskun og náð Guðs. And the Lord is using this awful blackness to separate the world. Og Guð að nota þetta ógurlega svartnætti til þess að aðskilja heiminn. But he's also going to make it easy for the believer. En hann gerir það líka auðvelt fyrir hinn trúaða. Now he's going to make it really easy for the church. Og hann gerir það mjög auðvelt fyrir kirkjuna.
Because we're going to be watching the prophetic updates on big screen TV up in glory while we're drinking Heaven Bucks coffee. Þegar við verðum bara hérna með flatskjá á himnum að horfa át og drekkandi himnesk kaffi og horfa át allt sem að gerast. But even for those down here on earth, En fyrir þá sem enn hér á jörðu, it'll be hard because there'll be rough things going on. það verður erfitt því að það verða erfiðir dagar. But there won't be any hardship in knowing what's right and what's wrong. En það verður ekkert vandamál að vita hvað rétt og hvað ránt. There'll be the outpouring of the Holy Spirit, Pentecost 2.0. Það verður úthelling heilags anda bara 2.0. 144,000 special sealed witnesses. Og það verða 144.000 sér útbúnir trúboðar. And there will be the 2 witnesses. Og síðan koma vitnin 2. And the angels preaching from heaven. Og englarnir að predika frá himnum. It will be impossible Það verður algjörlega ómögulegt for anyone that's a believer sem sér hver trúaðan to accidentally go the wrong way. að fara óvart í ranga átt. Nobody's going to accidentally take the mark of the beast. Það ekkert enginn sem að tekur merki dýrsins eitthvað óvart. Nobody's going to walk out of a hospital room and think, oh, I hope I didn't make a mistake. Og það enginn sem gengur út af sjúkrahúsinu og segir, ég vona ég hef ekki gert mistök. No one's going to wake up in a prison cell thinking, oh, I hope I didn't make a mistake last night. Það vaknar ekki einhver í fangakljósi og ég ætla að vona ég ekki gert mistök í gær. The mark of the beast is an intentional rejection of Jesus of Nazareth as the Messiah and an intentional embracing of a dark, wicked man as the world's Messiah. Merki dýrsins algjör afneit á Jesú Kristi sem Messias og algjör játning á að gangast á hönd dýrinu. Nobody accidentally takes that mark. Það enginn sem gerir þetta óvart. This is after you've intentionally rejected light over and over and over again, and you commit yourself to darkness permanently. Og þetta eftir að þú búin að afneta aftur og aftur góðvild og sannleika Guðs og þú gefur þig bara myrkrun á vald. Well, let's look at a couple more passages and then we'll wind this message up. Við skulum líta á nokkur biblíuvers í viðbót og síðan komum við að lokum. Let's look at the sunrise is the second coming. Við skulum líta á að sólarupprásin síðari koman. And we're in Malachi chapter 4. Þá förum við í Malaki 4. kapla. Starting in verse 1. Byrjum í versi 1. Behold, the day comes that shall burn as an oven, and all the proud and all that do wickedly shall be stubble. Því sjá, dagurinn kemur brennandi sem ofn og allir hrokafullir og allir þeir guðleysi fremja. And the day that comes shall burn them up, says the Lord of hosts. Munu þá vera sem hálmleggir og dagurinn sem kemur mun kveikja í þeim. Then it shall leave them neither root nor branch. Segir drottin allsherjar svo að hvorki verði eftir að þeim rót né kvistur. But unto you that fear my name shall the Son of Righteousness arise with healing in his wings. En yfir yður sem óttist nafn mitt mun réttlæti sólin upprenna með græðslu undir vængjum sínum. What a day this is going to be. Þvílíkur dagur með þetta vera. An absolute terrifying day for all the ungodly. Þetta verður hörmulugur dagur fyrir alla þá sem ganga í guðleysi. And a great and wonderful day for the godly. En frábær dagur fyrir guðlega. This is the Sun of Righteousness rising on this world. Þetta réttlæti sólin sem mun renna upp yfir þennan heim. A sun which will burn up all of the ungodly and all ungodliness. Það sem brenna upp allt hið óguðlega. But it brings tremendous blessing for the godly. En færir mikla blessun fyrir þá guðlegu. Now I want to point out a couple things here. Mér langar að benda á nokkur atriði í þessum versum. When we're looking at the time of the morning star versus the sunrise. Og þegar við aðgreinum eða horfum á morgunstjörnuna versus sólarupprásinni. Now the Bible says that the Lord is coming like a thief in the night in several passages. Það segir á nokkrum stöðum að drottinn komi sem þjófur á nóttu. This does not fit the second coming. Þetta passar ekki við síðari komuna.
It only fits the rapture aspect. Þetta passar bara við burttrifningar hlutan. Now, the rapture is like the days of Noah. Burttrifningin, það verður eins og dögum Nóa. I'm thinking of Matthew 24, verses 36 through 44. Mattheus 24, 36 til 44. So the world was completely oblivious that judgment was coming. Heimurinn var alveg grandlaus yfir því að dómurinn var að ganga yfir. They were just going about their business. Þau voru bara að lifa sínu lífi eins og venjulega. And Noah and his family entered the ark. Og Nói og fjölskylda hans gengu inn í örkina. And then the floodwaters came a week later. Síðan fellur flóðið yfir. And over months, those floodwaters built up and covered the whole earth. Og í ákveðna daga þá vex vatnið og hylur alla jörðina. And this is what's going to happen at the time of the rapture. Og þetta mun líka gerast á tímum burttrifningarinnar. The world is be completely oblivious that judgment is coming. Heimurinn alveg grandlaus yfir því að dómurinn í aðsíði. And the church gets into the heavenly ark. Og kirkjan hún fer í himnesku örkina. And immediately judgment starts to fall. Og leið byrjar dómurinn að falla yfir. And the day of the Lord comes upon them like a thief in the night. They were caught unready. Og dagur drottins kemur sem þjófur á nóttu því að þau voru alveg óviðbúin. The thief in the night. Það þjófurinn á nóttu. Does not fit the second coming. Hann passar ekki við síðari komuna. We read in Psalm chapter 2 and in Revelation 16. Í Sálmi 2 eða Opinberarbókin 16. That all the armies of the world are going to be gathered in the right time and the right place. They're not caught by a thief in the night. Og allir herir heimsir munu vera á ákveðnu stað og ákveðnu tíma, þannig að þeir eru ekki að vera komið óvart sem að þjófi á nóttu til. They're already watching for the Lord. They know he's coming and they don't want him to come. Þeir eru þegar að vakta komu drottins, þeir vita hann munu koma. And they gather together with grenades and M16s trying to fight him off. Og þeir eru með allt sitt vopnabúr og ætla að berjast við drottin. That's got to be the worst case of insanity ever in the history of the Þetta world. hlýtur að vera mesta geðbilun sem til í öllum heiminum. A little messed up here, I think. Það eitthvað lausa skrúur hérna uppi. All right, now let's go to the day proper. Nú skulum við koma að deginum. Hosea 6. No, I'm going to go to a different one. No, I will do this one, then I'll go to one more. Og Hósea 7. kapli. Yeah. Come and let us return unto the Lord, for he is torn, but he will heal us. He is stricken, but he will bind us up. Hann mun verse 1. Yeah. Já. Komið, við skulum hverfa aftur til drottins, því að hann hefur sundur rifið og mun lækna oss, og hann hefur lostið og mun binda sár vor. After 2 days he will revive us. On the third day he will raise us up, that we may live in his sight. Hann mun lífga oss eftir 2 daga og reisa oss upp á 3. degi, þess að við lifum fyrir hans augliti. So there's a picture in the Bible that we see in the book of Genesis. Og það mynd sem við sjáum í Biblíunni í 1. Mósebók. 6 days to work, 1 day of rest. Það 6 dagar í sköpun, 1 dagur í hvíld. And the Old Testament believers figured from this out. There were 6 days for the saints to labor in the world and 1 day of rest. Og þeir hinni trúið hafa komast að því að það veru 6 dagar fyrir okkur að vinna í þessum heimi, síðan kemur 1 dagur í hvíld. Now, people try and measure this from the cross, but we don't know for sure exactly where in that era we're supposed to measure from. Sumir reyna að mæla þennan tíma út frá krossinum, en við bara höfum ekki nákvæmt hnit hvar á miða við. We're not trying to use this for a rapture date setting theory. En við erum ekki að reyna að setja einhverja dagsetningu á burttrifninguna. But it's similar to the fig tree generation. En þetta líkist mjög það sem að Biblían talar kynslóð fíkjutrésins. And this just shows us there's a glorious day coming. The sun's going to rise and the day is here. Það segir okkur bara að dýrðardagur í aðsíi, að sólin upprisin og hann komin hér.
And there are day of the Lord passages that do not fit and cannot fit the tribulation. Og það eru vers í Biblíunu dag drottins sem að bara alls ekki passa inn í þrengingarna miklu. Isaiah 2:11. Jesja 2:11. The lofty looks of man shall be humbled, the haughtiness of man shall be bowed down, and the Lord alone shall be exalted in that day. Hinn drembulegu augu mannsins skulu lægjast og hroki mannanna beigjast, en drottin einn skal á þeim deyja háleitur vera. Only fits a second coming in the kingdom. Þetta aðeins fyrir Guðsríkið og síðari komuna. In the tribulation, men are worshiping the Antichrist and they're exalting the devil. Í þrengingunni miklu eru menn að dýrka Antikrist. But come the day the Lord descends from heaven. En þegar drottin stígur af himni, And according to Revelation 19, og samkvæmt Opinberabókinni 19, accompanied by the army of heaven riding white horses, og þá eru herskarar með honum ríðandi á hvítum hestum. and on that day all ungodliness is removed from earth. Og á þeim degi allt guðleysi fjarlægt af jörðu. Can you imagine living in a world where everybody on planet Earth is born again? Getið ímyndað ykkur það sem allir á jörðunni eru endurfæddir. They're either the born again glorified saints from the resurrection, Annarkvort þeir sem eru endurfæddir og dýrlegir í gegnum upprisuna, or the unborn again, I mean the born again but not glorified saints from the sheep and goats. eða hinir trúuðu sem eru dýrlegir, ekki orðnir dýrlegir fyrir en að búið aðskilja sauði og hafra. Everyone's born again. Allir endurfæddir. Can you imagine living in a world where there's one political party, his name is Jesus? Getið ímyndað ykkur að vera í heimi þar sem einn stjórnmálaflokkur og hann heitir Jesú Kristur. Can you imagine living in a world where there's one religion, his name is Jesus? Og það sem ein trúarbrögð sem heitir Jesú. What are we even going to argue about? Hvað ætlum við að rífast yfir? We're going to argue over whether coffee or tea is better. Go Við coffee! rífumst hvort að kaffi eða te sé betra. I can hardly wait for this day. Ég get alltaf beðið eftir þessum degi. Sometimes, now I'm looking forward to get my eyesight back. Ég býð eftir að fá sjónina, hún verður betri. But if the Lord said you got to choose, you can either get your eyesight back or you can be free from stupid. En ef að Guð gefur mér valkostin að ég get fengið sjónina minna alveg skýra aftur eða ég geti verið leystur undan að vera fáviti. I would take the stupid. Þá myndi ég freka velja að losna við að vera heimskur. I got stupid up to here and I've had it. Ég búinn að gera svo mikið heimskulegt að ég alveg komið upp í topp. Well, I could keep going on and on for hours on. I love to talk on this. En ég elska að tala þetta málefni. But we'll call this good. We looked at the sun, we looked at the morning star, the dawn, the sunrise, and the day proper. En við komum hér að lokum, við erum búin að tala morgunstjörnuna, dögunna og þegar sólar upprissan og dagur drottins genginn í garð. And once you see this, you can't unsee it. Þegar þú sér þetta, þá getur ekki hægt að sjá þetta. And when you study the Bible on your own now, Og þegar þú ert að stúdera Biblíuna sjálf núna, you'll know where to put stuff. þá veistu hvar hlutirnir passa. All right, folks, take care and God bless. And we're here for fellowship, but we'll see you tomorrow evening too. En Guð blessi ykkur góða fólk og við munum sjást hér aftur á morgun. Og við byrjum klukkan 2 á morgun. Og endilega